manni. Vigdís hlaut 33,8% gildra atkvæða. Þótt mjóum hafi munað 1980 hefur fráfarandi forseti sýnt og sannað að hann þjóðarinnar allrar. Vigdís fyrsta konan í heiminum sem var þjóðkjörin forseti, 4. forseti íslenska lýðveldisins og hefur sett sterkan svip á þetta embætti í 16 ár. Embætti sem hefur verið sameiningartákn íslensku þjóðarinnar, að mestu óháð dægurþrassi stjórnmálana. Hvernig hafa árin 16 á Bessastöðum verið? Þau hafa verið bæði góð og gjöful og auðvitað mjög reynslurík. Löng ár, en þegar ég lít tilbaka, þá þykir mér vænt þessi ár. Hvernig andrúmsloftið í þessu húsi? Hvernig að vinna hér? Það sérstaklega gott að vinna í þessu húsi vegna þess að þetta nú einna söguríkasti staður á Íslandi og hér anda veggirnir sögunni, sagan, hún hvíslar hér og maður hugsar auðvitað mikið til þessara manna sem að hér voru í Bessastaðaskóla og námu þann frelsis utan úr löndum að þeir fóru að reyna að vekja Íslendinga til umhugsunar frelsi og við eigum þeim að þakka það hvort ekki senn að við tölum ennþá íslensku og við eigum núna frjáls þjóð, þetta land út af fyrir okkur. Fylgir því eftirsjá að kveðja Bessastaði? Já, auðvitað fylgir því eftirsjá. Ég hef verið svo nátengd þessum stað í 16 ár og mér hefur liðið vel hér og mér þykir afar vænt þennan stað og ber svo mikla virðingu fyrir honum. En það eru kaflaskipti í mínu lífi og mér engin vorkunn fremur en öðrum að flytja mig sett. Hvert telur Vigdís Finnbogadóttir hlutverk forsetans eiga að vera? Til þess að skilgreina hlutverk forsetans þarf leið að skilgreina hlutverk stjórnmálana almennt. Og ég þeirra skoðunar að stjórnmálamenn, þeirra starf að setja reglurnar, umferðarreglurnar í þjóðfélaginu, hvernig við eigum að umgangast hvert annað, setja lögin og þeir eiga einnig það þeirra hlutverk einnig að skipta peningunum, sameiginlegum peningum þjóðarinnar. Þeir eru ætíð fulltrúar stjórnmálaflokka, fulltrúar skoðanaflokka, flokka sem hafa skoðanir. Þannig að hlutverk forsetans þá að tala einhver önnur gildi. Það svo mikið til af gildum sem að gerir mannveruna sátta við sjálfa sig, sem þarf einnig að tala fyrir utan að skipta peningum. Og ég álíti hlutverk forsetans að brydda upp á þeim málefnum, vekja fólk til umhugsunar þau gildi sem að lúta að þjóðinni allri og menn geta verið sammála Telur þú að forseti Íslands eigi ekki að vera tengdur stjórnmálaflokki? Ég hef þá reynslu af mínum störfum að það hefur verið mjög heppilegt fyrir mig að vera ekki tengd neinu stjórnmálaflokki. Það hafi ekki verið í stjórnmálaflokki. Vegna þess að maður nær betur til breiddarinnar. Menn fara ekkert að hugsa stjórnmál og erjur þegar að óháður forseti kemur á vettvang. Og þetta auðvitað bara mín persónlega reynsla. Nú kunna aðrir menn að hafa allt aðra skoðun og til allra hamingju þá erum við frjáls að hafa hvaða skoðun sem við viljum, en þetta mín reynsla og mín skoðun. Vigdís segir engan vafa leika á að þjóðin geti sameinast nýjan forseta. Auðvitað finnum við það forseta sem þjóðin getur sameinast Við lifum við lýðræði og það hefur alla tíð verið þannig að þegar búið að kjósa forseta
þó að menn hafi ekki verið alls kostar sáttir rétt svona í augnablikinu þegar það hefur gerst, þá sameinast þjóðin forseta sinn, og ég vona bara að við berum gæfu til þess að þjóðin sameinist forseta sinn í framtíðinni sem hingað til. Það mjög mikið sviði. Hefur forsetaembættið reynst öðruvísi en þú áttir von á þegar þú ákvaðst að fara í framboð fyrir 16 árum? Það náttúrulega ómögulegt að ímynda sér fyrirfram hvernig forsetaembætti af þeirri einföldu ástæðu að það eru svo fáir, við erum svo fá sem hefum gegnt þessu embætti, og svo lítur auðvitað svo að vera að hver einstaklingur hefur sínar hugmyndir það og setur sinn svip á það, og ég hef kosið mína leið að vandlega íhuguðu máli með að leiðarljósi þau gildi og þau verðmæti sem að ég lít á að fólki komi til góða, og hef fengið bergmál í þá átt til allra hamingju. Hvað þarf góður forseti að hafa til að bera að mati þess sem sinnt hefur þeim starfa 4 kjörtímabil? Ég held að forseti þurfa að hafa búið við mannlegri hlýju, til dæmis. Íslenskur forseti þarf að vera sæmilega að sér í fortíðina, í það öllu því að lítur að þjóðararfi. Hann þarf að sjálfsögðu að kunna sæmilega íslensku. Það eitt af meginatriðunum. Ég lít svo á að okkur sé farsælast að hafa hér á Bessastöðum forseta sem að þjóðin getur verið sátt sem að ekki að karpa við einn eða neinn, þannig að það sé ekki mikil óráleiki í kringum þann aðila. Ég held að það besta sem að forseti getur óskað sér, ef hann getur fengið þjóðina til þess að þykja eilítið vænt sig. Vigdís segir það óneitanlega fara eftir því hvernig haldið á málum, hvort forseti haldi sterkum tengslum við þjóð sína. Hvaða leið hefur hún valið? Ég held að sé ekki nein uppskrift af því. Að eðlisfari þá þykir mér mjög vænt fólk. Mér líkar við fólk, og það segir einhvers staðar að á dönsku som man råber í skóin får man svar, og mér hefur þótt ákaflega gaman að vera með fólkinu, og þá fer ég auðvitað á stað. Þú tókst þátt í hálfrar aldar afmæli lýðveldisins á Þingvöllum fyrir 2 árum. Hvernig finnst þér Ísland hafa breyst á þessari hálfu mannsævi? Ísland hefur breyst alveg geysilega mikið. Það hefur farið, eða þjóðin hefur farið úr kyrrum kjörum yfir í velmegun og velsæld, og það gerðist vegna þess að menn öðluðust svo mikla orku og mikinn kraft við að eignast frelsið. Frelsið gefur mönnum eins og börnum sem að vaksa upp þetta hugarflug. Nú get ég, nú ég sjálfstæð þjóð, og nú skal ég. Og þetta hafa Íslendingar sýnt og sannað, og ég afar hreykin af 50 ára lýðveldissögu okkar. Hún stórbrotin, hún stórkostleg.
Eitthvað sem við þyrftum að gera til þess að ýta undir það að komandi kynslóðir og unga kynslóðin í dag átti sig á mikilvægi þess að við erum frjáls og fullvalda þjóð? Forseti getur nú til dæmis talað það. Það eitt af þeim efnum sem er príðis gott að forsetann tala og minna á. Kostnaður við endurbyggingu á Bessastöðum hefur verið gagnrýndur. Heildarkostnaður við endurbæturnar nú talin verðum 920 milljónir króna og verklok haustið 1998. Áramót 1995 til 1996 hafði tæpum 650 milljónum verið varið til verksins. En í fyrstu hugmyndum endurbætur og uppbyggingu var gert ráð fyrir 240 milljónum til þeirra verkþáttar sem verðlagðir voru. Hvað segir húsráðandi á Bessastöðum í 16 ár þessar endurbætur? Já, auðvitað við ætlum að í framtíðin að hafa Bessastaði fyrir forsetasetur, þá verður setrið að vera íbúðarhæft. Og það var nú svo komið, löngu áður en að ég kom hingað, að viðhald hafði ekki verið sem skyldi. Viðhaldinu hafði verið ýtt til hliðar eins og oft gerist, og forsetar eru heldur hóværir og vilja ekki vera að ónáða, ég var orðað þannig. En það var svo komið hér að húsið var í hættu. Húsið var bara hreinlega að hrynja. Og það má kannski segja það nú þó maður hafi ekki nefnt það fyrstu árin, en það var svo komið að við vorum með fötur hér út allt og það var tjaldað fyrir sprungur og málverk hengdi við skemmdir og allt hvað eina. Og það var mikill ábyrgðarhluti að láta þetta fara svona, fannst mér, svo að ég kvað upp úr eftir nokkur ár og benti mönnum á þetta. Og þannig fór að það var skipuð nefnd, Bessastaðanefnd, og nefndinu var falið að vinna að uppbyggingu þessa staðar. Það nú langt komið og hefur kostað meira heldur en menn gerðu sér vonir í upphafi, og það nú eins og það en það nefndin alfarið sem að svarar fyrir þau mál. Að undanförnu hefur verið talsverð umræða valdsvið forseta Íslands. Telur þú valdsviðið vera of lítið eða of mikið? Mér finnst það nú eiginlega alveg vera mátulegt, og það vekur upp umhugsun hvað vald. Við gerum ekki mikið af því að skilgreina hvað vald, en ég hef gaman af því að spyrja æsku fólki í landinu og ég heiti mikið af ungu fólki. Í þessar umræðu þá spyr ég, hvort viltu heldur hafa vald eða áhrif? Og ég fæ alltaf sama svarið, áhrif. Og þá hafa menn gert sér grein fyrir því og hugsað það að í gegnum áhrif getur maður haft vald. En valdboða ofan getur ekki alltaf kannski lánast eða verið vinsælt. En þegar ég að tala áhrif, þá ég náttúrulega að tala áhrif til góðs eða áhrif í jákvæði átt, þar sem þess sér stað að eitthvað hafi þokast í einhverju átt sem maður vil ná. Hefur þig einhver tíma langað til að hafa meiri völd? Nei, ég bý ekki yfir valdagræðgi. Þvert á móti. Ég vil samningaleiðir, ég friðarins aðili, ég vil hafa frið, ég vil hafa ró og ég vil ekki skipa fólki fyrir. Ég vil fá fólk til að gera eitthvað en ekki skipa því að gera. Samstarfið forsætisráðherra þennan tíma hefur gengið vel að sögn Vigdísar. Forseti og forsætisráðherra eiga vikulega fundi þar sem forsætisráðherra gerir grein fyrir aðstæðum og hvaða mál eru á döfinni. Auðvitað náttúrulega hefur blessaður forsetinn fylgst með því í útvarpi og blöðum og hjá vinum í öllum flokkum og veit nokkuð hvað klukkan slær.
ekki nú einsemdin eða einangrunir meir en svo, en það er afar gott að heyra forsætisráðherra mynda eða búa til efnis yfirlit yfir það sem er að gera og þetta hefur allt saman gengið vel fyrir sig í þessi ár. En nú á forsetin samstarf við utanríkisráðherra ekki síður en forsætisráðherra og samstarf utanríkisráðherra og forseta þarf að vera nokkuð náið. Hvernig hefur það gengið? Ég var nú svo heppin þegar ég kom til starfa að þá var utanríkisráðherra Ólafur Jóhannesson og við urðum miklir vinir því að fyrstu ferðirnar voru það voru ferðir, brautryðjendaferðir svo að segja, vegna þess að það var kona að fara í fyrsta sinn af stað og ferðin til Danmörkur, hún lánaðist svo vel og ég, á Norðurlöndum var ég svo einstaklega velkomin og ég kynntist Ólafi, ég þekkti hann nú fyrir, en hann var mér sem lærifaðir. Hann var nú sérfræðingur í stjórnarskrá og stjórnarskráni og hefur skrifað það prýðilega bók og við ræddum fram og aftur þetta. Og eftirmenn hans meir og minna voru á þessum ferðum sem voru farnar fyrstu árin. Það var nýlunda þá að fara í þessar miklu ferðir. Ég var allstaðar boðin. Það var kallað eftir okkur og Geir Hallgrímsson, það var stórkostlegt að ferðast með þeim hjónum eins og Ólafi og Dóru og yfirleitt hefur verið alveg prýðis gott að ferðast með utanríkisráðherrunum en á ég að segja að ég hafi fengið eldskírnina hjá Ólafi Jóhannesinni og Geir Hallgrímsinni. Mér var það framandi að vera allt í einu komin í fína síðan kjól og eiga að halda ræður í andspænis náttúrulega hirðum og ekki síður stjórnmálamönnum. Það sem að ég þurfti þá var orðalag, var hátterni, var að vera mjög fljót til að sjá út hvað á spýtunni hékk andspænis stjórnmálamönnum erlendis. Og þetta var svo gott að spjalla við þessa menn. En það hefur ekki alltaf verið dans á rósum í þessu embætti. Hvað hefur verið þér erfiðast að takast á við á ferlinum, þá kannski einmitt tengt stjórnmálunum? Já, það er náttúrulega, það er aldrei hægt að sigla þennan lygna sjó, auðvitað það er ágjöf. Hér og þar. Ég veit að okkur báðum efst í huga núna eða ofalega í huga EES-málið. Það er alveg ljóst. Ég var lengi, ég tók það geysilega nærri mér og ég var lengi að komast yfir það, sannast best að segja. Þá geysuðu stormar í víddum hugans vegna þess að gekk svo að mér og ég fann það svo oft að þeim sem að mér þótti væntum, sem mér þótti undurvæntum, að ég hafði valdið þeim vonbrigðum kannski með því að taka þá afstöðu að neita ekki að skrifa undir. En það var nú ekki hlaupið í þá afstöðu, það var legið undir feldi eins og gert var fyrir 1000 árum á Þingvöllum. Hvað hefði gerst, hefðirðu neitað að undirrita EES-samningin? Það er aldrei hægt að segja hvað hefði gerst því að það gerðist ekki. En það er til náttúrulega margar útgáfur af því. Og þær eru allar mjög dramatískar. Hér hefði orðið mjög erfitt ástand. Og sem hefði endað með afsögnum hér og þar. Ég hugleiddi mjög þessu tímabili að segja af mér bara reyna. En mér fannst það ekki sýna þann styrk sem ég raunverulega á inn í mér. Ég átti að geta horfst í augu við þetta, að gera þetta svona. Og ég hef gert það. Ég gerði
það hjálpaði mér að ég hugsaði svo mikið æskuna. Það hjálpaði mér að meðal annars að hefðum við ekki samþykkt þennan EES-samning sem að ég var engan veginn fullkomlega sáttu, heldur ekki ósátt, ég var að reyna að beita hlutleysi, þá hefðum við getað útilokað okkur frá háskólastofnunum og vísindastofnunum og lærdómsstofnunum og stofnunum sem að byggja upp framtíð okkar æsku, að æskan, ungi stúdentar, allir sem eru að læra til hugar og handar komist inn í. Því að það í þessu bandalagi öllu, öllu þessu, það útilokunarstefna. Þeir sem eru ekki inni, þeir eru úti eins og það stendur. Og þetta hjálpaði mér. En það mjög erfitt að horfast í augu við það þegar mikill fjöldi beinir orðum sínum til manns og óskar eftir því að maður beiti sér í máli. Síðan held ég að hefði aldrei verið kosið nákvæmlega samningin. Það hefði annað hvort verið kosið að standa með mér eða ríkisstjórnin. Urðu mikil átök þarna á milli Vigdísar Finnbogadóttur og Vigdísar forseta? Það eru talsverð átök á milli Vigdísar og Vigdísar. Ummæli Vigdísar í Kína að árangur í jafnréttisbaráttu kvenna næðist ekki með hótunum og orðum að hún og Li Peng forsætisráðherra Kína hefðu rætt afstæði frelsis vöktu hörð viðbrögð í íslenskum fjölmiðlum. Mér það raunverulega eftir á að hyggja mest áhyggjuefni hvernig að menn gátu hent svona atriði á lofti og farið að spinna í kringu þá hver át eftir öðrum. Ég vann mína vinnu í Kína af miklum styrk og það veit ég best sjálf. Ég kom öllum mínum málum þar til skila af miklum styrk og hafi ég einhvers staðar komist klaufalega orði þá ég meina það. En sem sagt þegar ég kom heim þá var hér allt í háalofti. Ég var allt í norðan á móti konum, ég var á móti mannréttundum, ég veit aldrei hvað ég gerði. Ég veit það bara að Kínverjar vissu, ég hef fengið, þeir fastu þurfa að vottfesta það. Þeir vissu alveg hvert ég var að fara og hvað ég var að segja því öllu til skila. Og já, ég held að ég hafi verið sterkari málsvari eða talsmaður lýðræðis og mannréttinda þarna austur í Kína heldur en margur annar og gert það af meiri einurð. Sárnaði þér þessi umræða? Já, maður nú mannlegur, manni getur nú sárnað. En mér fannst hún segja meira þá sem töluðu hátt í þeirri umræðu heldur en mig. Ég má ekkert vera að halda það að fólk almennt þekki mig. Ég held að fólk út á landi til þess, ég held að Seyðfirðingar þekki mig miklu betur eftir að ég var hjá þeim á 100 ára afmælinu heldur en blaðamenn sem hafa voðalega gaman að því að segja eitthvað mig og ég náttúrulega fer alveg ógul í taugarnar á. Það aldrei hægt að sigla svoleiðis að öllum líki, það vitum við, geta hægt að vera allra viðlægjandi, en fyrir má nú rótin dauðróta. Finnst þér einhver hafa reynt að koma á þig drottningar viðurnefni þennan tíma? Ég hef heyrt það, en ég hef ekki gert neitt með það. Talsvert fjaðrafók varð einnig í kringum forsetann kvennafrídaginn 24. október 1985 vegna laga sem sett voru á flugfreyjur. Flugfreyjur voru þennan dag í verkfalli og það lá mjög á að leysa það verkfall. Og það þessi dagur og konur ætluðu að halda upp á daginn, vissi ég, víða land.
og flugfreyjur eru kvennastétt, svo að ég segi sig svona, engum líka því mér hafði ekki verið tilkynnt þetta, ekkert verið rætt um mig, um þetta við mig. Svo ég segi sig svona, ég nú ekki reiðubúin að gera þetta þessar stundum, mætti ég ekki fá umhugsunarfrest. Og þannig var að þegar ég tók við embætti, þá var það mitt fyrsta verk að spurja vitra menn og lærða, hvað gerir forseti Íslands ef að hann fær í hendur lög sem honum óljúft að skrifa undir á staðnum? Og svarið frá þessum lærðu mönnum var, hann kallar á forsætisráðherra. Nú ég gerði þetta þennan morgun og erindi mitt við forsætisráðherra sem var þá Halldór Ásgrímsson, staðgengill Steingríms Hermannssonar, hann kom hér til mín og erindi mitt var mjög skýrt vegna samvisku minnar, hægt að fresta því að skrifa undir þessi lög þar til á miðnætti í kvöld. Þannig að þessi dagur sem að merkisdagur í lífi kvenna á Íslandi, margra og margar hugsa mjög sterkt til, fái að vera í friði. Og við ræddum lengi um þetta fram og tilbaka og endaleg niðurstaða var sú að það væri ekki hægt að bíða. Svo að ég skrifaði undir þessi lög þegar klukkuna hallaði í 1 og þá voru hádegisfréttir liðnar og þá gátu konur allt land haldið upp á frídag án þess að vera að láta þessi mál íþyngja sér. En það sem var merkilegast í þessu að það flaug sú saga að ég hefði neitað að skrifa undir, að ég ætlaði að neita að skrifa undir, og það var í þessu ákveðin svona vantrú á minni andlegu hæfni að ég skildi nú ekki, það skildi ekki vera hringt í mig og reynt að telja mér hughvarf. Það gerði enginn og ég átti bara að vera mjög barnaleg kona sem ekki vildi gera þetta af því það var kvennafrídagur og eitthvað svoleiðis. En þetta lagaðist nú allt saman seinna. Það var gert samkomulag ósamkomulag, en ég lét að fara svolítið í taugarnar á mér ég held ekki að menn hefðu brugðist eins við hefði það verið karlmaður. Það er mjög grunnt á þessari ég vil nú ekki segja kvenfyrirlitningu, en vantrúsundum á konum, og þær hafi andlega burði til þess og hins, en ég vissi alveg hvað ég var að gera. Hefur þið oft fundið þetta á þessum tíma? Já, stundum, en það minnkar, og það minnkar frá ári til árs. Náttúruhamfarirnar á Vestfjörðum 1995, þar sem 35 manns létu lífið í snjóflóðum, voru mikið áfall fyrir íslenska þjóð. Forsetinn flutti ávarp við blísför og bænastund framhaldsskólanema og flutti þeim sem sárt eiga að binda huggunarorð. Áföll manna náttúrulega reyna alltaf á mann og ég verð aldrei söm, og ekkert okkar. Við verðum aldrei söm. Þessi kynslóð á Íslandi sem að upplifði slysinn á Vestfjörðum. Það gekk svo að hjarta okkar allra. Þú fórst vestur, þú tókst þátt í minningar athöfnum, þú fórst jafnvel í jarðarfarir. Sjálfsögðu. Er það sjálfsagt að mæta í jarðarfarin með þessum hætti? Já. Ég veit kannski ekki mikið um sjálfa mig. Maður veit aldrei um sjálfa sig, maður sér aldrei sjálfan sig eins og aðri sjálfa mig. En eitt veit ég um sjálfa mig, að ég á innri styrk. Og ég á innri styrk sem að ég veit stundum að ég get gefið fólki. Og
ég fór af stað til að reyna að miðla fólki af þessum styrk. Og styrkunum felst í því að maður er snortinn, að maður finnur svo djúpt til, að maður finnur eins til og þeir sem að hafa orðið fyrir áfallum. Ég hef mjög sterka innlifunarkennd. Ég samsama mig. Ég get ekkert að ég gert, ég hef alltaf verið svona. Ég samsama mig þeim sem ég er með, einhver meður eiga bátt. En þú þekkir kannski líka hvað það er að mæta sorginni. Þú mistir þinn enga bróður ungan. Ég þekki það og ég oft hugsaði það síðan að það var náttúrulega slíkur missir, það var ævimissir. Mitt líf væri allt öðruvísi ef að ég ætti bróður og stórfjölskyldu og þetta væri allt svona öðruvísi. Kátar í ranni vafalaust. Við stöndum frammi fyrir því að við erum að verða láglaunaþjóð og að fólk hefur svo mikla áhyggjur af afkomu sinni og það tek ég mjög nærri mér vegna þess að það bitnar á enskunni, það bitnar á börnunum. Ég hygg að við þurfum að leita allra ráða til að hafa okkur upp úr því hjólfari. Við erum komin í hjólfar. Þegar ég var að kenna í menntaskólanum og í háskólanum þá var það bara tiltölulega vel launað starf og þótti bara virðingarstarf að vera menntaskólakennari og vera kennari og já, ágætlega launað. En þetta hefur dregist allt saman aftur úr og það er náttúrulega ekki að því að spyrja strax á konur koma að því að sinna einhverjum störfum þá dragast þau niður í launum smátt og smátt. Við komum ekki auga á þetta frá degi til dags en eitthvað við þetta þá vöknum við upp og sjáum að við ráðum ekki við lífið, það er of dýrt og ég held að við höfum ekki efna á því að láta það fara, láta þetta halda áfram að fara svona. Einkum er ég að hugsa um menntunina. Það má ekki vera þannig að hún drægist það niður vegna launamála að henni sé ekki veitt það brautargengi sem að nauðsyn krefur fyrir þjóð ef hún ætlar að standa sig sem þjóð meðal þjóða. Þessi merkilega þjóð, fámenna þjóð sem haga sér alltaf eins og hún sé minnst að kosti 2-3 milljónir og gleymir því að við erum svona að fá. Hún siglast alltaf áfram og hún skal hafa það af. Svo er þetta styrkur hennar í því að tala þetta tungumál, eiga þessar minningar saman og síðast en ekki síst að eiga þetta land. Þetta er einhver mesti styrkur sem að getur í heiminum og eiga þetta í friði. Þó það sé verið að rífa staðlega þá er það samt friður þetta, sigluna, að halda áfram, tungu og land. Neikvæð umræða getur haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar að mati Vigdísar. Það er endalaust verið að segja okkur, hrópa úlfur, úlfur og segja okkur að allt sé að fara fjárhans til. Og það eru eyru og það eru hugir sem halda þetta sé satt. Og það er athyglivert og áhyggjefni að þunglindi eykst á Íslandi. Þunglindi meðal æskufólks eykst og er miklu, miklu meira
heldur en okkur grunar. Og læknar hafa sagt mér og hafa áhyggjur af því að þeir ráða ekki við það. Það er ekki til mannskapur til að ráða við þetta. Hvaðan kemur þetta? Þetta kemur að hluta til af vonleysi. Með þessu lagi, einhvers staðar verðum við núna að snúa við blaði. Með þessu lagi hættir fólk að trúa á framtíðina og það er það versta sem getur komið fyrir nokkurn mann. Það er tvennt sem getur komið illt fyrir fólk. Annað er að gleyma fortíðinni eins og í ævintýrunum, það versta sem til er í ævintýrunum, í Grímsævintýrunum, muniði. Prinsinn sem var slegin minnisleysi, vissi ekkert hvað hann var. Og hitt er að trú ekki á framtíðina, trú ekki á lausnir í framtíðinni. Því ég trúi á skapandi greind mannsins. Ég trúi á skynsemina og ég trúi því að þjóð sem er eins skynsöm og menntuð eins og við hljótum auðvitað að finna lausnir. Og þær eru á leiðinni. Og það verða börnin að fá að heyra. Opinberar heimsóknir jafnt innanlands sem utan eru mikilvægar að mati Vigdísar Finnbogadóttur. Hún tekur ferðir sínar innanlands þó fram yfir utanlandsferðir. Auðvitað hefur mér þótt skemmtilegra að fara í opinberar heimsóknir innanlands. Því það er alveg einstakt að hafa kynst sinni þjóð innanfrá eins og ég hef og ég fæ það aldrei fullþakkað. Það að hafa kynst þjóðin svona innanfrá hefur gefið mér svo aftur á móti þann styrk til að fara út og segja frá okkur. Og það er mikilvægar en allt annað að láta vita af sér. Móðir mín sagði alltaf, ef maður fer ekki að bæ þá fréttir maður ekkert. Og ég var mjög snemma víða boðin og aufúsu gestur og ég notfærði okkur það. Með því að kynna okkur, segja frá því sem að við erum að framleiða og til að reyna að auka áhugan á okkur og það þýðir nú pening í kassan sem að við getum vel notað. Og síðast en ekki síst þá hef ég mikið reynt að kynna menningu okkar vegna þess að í gegnum menninguna fær fólk áhuga á öðru sem framleitt er og í gegnum menningu okkar sem að er aðdáunarverð í augum útlendinga eignust við rödd meðal þjóðana. 4 þjóðhöfðingjar eru fráfarandi forseta eftirminnilegastir. Þeir hafa einnig orðið góðir vinir Vigdísar. Það er Mitterrand, Frakklandsforseti sem að ég hafði mikla mætur á og ég mat mikils. Það er Weizsäcker, Þýskalandsforseti sem að ég dái mikið. Það er Václav Havel í Tékkóslóvakíu sem að mér finnst alltaf vera eins og bróðir minn. Við tölum svo líkt mál og höfum svo líka lífssýn. Og svo er það hún Mary Robinson auðvitað því að hún er systur forseti minn eins og hún hefur sjálf sagt og mér fannst afskaplega fallegt þegar hún fann það upp þegar ég kom að heimsækja hana að kalla mig my sister president. Og jeg synes at det er underligt at vi sidder her i 1980 og det anses for at være en dristighed og bliver verdensberømt at en kvinde er blevet valgt til præsident. Men dette Þótt margar opinberar heimsóknir á erlendum vettvangi ekki síður en innlendum séu eftirminnilegar, telur Vigdís fyrstu opinberu heimsókn sína til Danmerkur hafa sérstöðu. Þá var brotið það blað að allt í einu var vináttan á milli Íslendinga engri biskuplandin sem var mjög sérstakt þegar við hittumst Margrét Danadrottning á frægum blaðamannafundi sem að öllum þótti svo skemmtilegur. Og þá var mér tekið eins og vini í Danmörku, allt bara þurrkað út, allt sem á undan var gengið í gegnum aldirnar. En ég er
sérstaklega lánsum að því leyti að ég á mikla vináttu Japan. Hvenær sem ég kem til Japan og mér er iðulega, það er alltaf verið að bjóða mig til Japan, komdu og gerðu þetta og gerðu hitt hjá okkur, þá mæti ég einstakri vináttu og ferðir mína til Japan hafa lánast mjög vel og hafa styrkt böndin á milli þessara þjóða sem að nú ekki það versta vegna þess að við Íslendingar erum önnur tveggja þjóða sem að flytja miklu meira út til þeirra heldur en þeir flytja inn til þjóðana. Vigdís á friðareit á Þingvöllum og þangað sækir hún kraft og hvíld frá amstri dagsins. Hún segir Þingvelli búi yfir mikilli orku. Vigdís skreppur gjarnan austur að vinnudegi loknum. En hún fegin því að dagsverkið á Bessastöðum að baki? Mér hefur nú aldrei fundist forsetaembættið vera neinn prísund, svo að ég ekki með neina sérstaka fagnatilfinningu í kringum það að vera laus. Þetta bara ákvörðun að nú tími, hinn rétti tími til að hætta og halda áfram í öllum þeim verkefnum sem að mér eru hugleikinn og ég veit að ég á framundan og ég vil eiga orku á meðan, ég vil eiga þennan kraft sem ég á meðan ég sem sagt fer yfir skiptin. Það er svo leiðilegt að hafa mist þann kraft. Og hvað breyttist í þínu lífi við það að verða forseti Íslands? Allt. Það var ekkert sem ekki breyttist. Auðvitað breytir þetta lífumanns, það verður grundvallar breyting. En ég bæði þannig sinnuð og þannig alin upp að ég fer heldur hægt í sakirnar svo að ég eiginlega synti rólega inn í þetta embætti og það var ekki fyrir en eftir ákveðin tíma að það fór að vaksa þannig að ég fór að taka eftir því að þetta var afskaplega annaríkt. Að eiga engalíf í friði utan sviðsljósins spurning skipulag að sögn Vigdísar. Hún segir það hafa gengið prýðilega, hún hafi skipulagt það í kringum dóttur sína. Hvernig hefur það einmitt gengið að ala upp barn og vera forseti Íslands á sama tíma? Furðu vel. Ég á yndislega dóttur, alveg sérstaklega væna stúlku og heilbrigða, rétt sína og ég trúi því að það hafi nú verið af því að við áttum gott líf á Bessastöðum með góðu fólki. En þú hefur markvisst reynt að halda henni utan við sviðsljósið og tekist vel. Já, mér finnst það sjálfsagður hlutur. Hún ekki í forsetaembætti. Og ég held ekki að það eigi að nota börn eða yfirleitt að hafa börn og unglinga í slíku. Það er mjög fallegt að menn vita að maður á gott fjölskyldulíf en ekki að leggja það á börn og unglinga. Vigdís segir að henni hafi í raun verið att úti í forsetaembættið. Hún hafi verið beðin að vera oddviti annarra. Í starfi forseta hafi hún átt það frelsi sem hún hafi kosið og valið sér verkefni. Hún kvíði ekki verkefnaskorti eftir að hún lætur af embætti forseta Íslands. Þegar hefur verið leitað til hennar víða að. Meðal annars hefur verið leitað til Vigdísar vegna mannréttindamála kvenna og kveðst hún mjög hreykin af því. Ég á þennan draum að Íslendingar gleymi mér ekki þó ég sé farin og kannski bjóði mig að koma einstaka sinnum. Og ég sé alveg fyrir mig, eigum við ekki að biðja gamla forsetann að koma. Mér finnst það mjög ljúft. Hún á góðan frændgarð og enn stærri vinahóp sem gengur undir heitinu Gengin. Það leikhúsgengið, gamla gengið, grafaragengið sem hún ferðast með landið, gjarnan í grennd við söguna og fornminjar. Þá ótalið gáfumannagengið sem meðal annars fer til Berja á haustin, að ógleymdum saumaklúbnum með bekkjarsystrunum. Það besta sem ég veit til dæmis að vakna til sólríks morguns
og að taka saman nesti og eitthvað góðgæti og eiga von á gestum til dæmis hérna fyrir austan í hádeginu. Það alveg ótrúleg orka sem að felst hér í náttúrunni og í minningunum. Hvers sem maður drepur niður fæti hér, þá maður með þessar minningar í huga. Hér var erfitt áður fyrr. Hér nú orðin helgireitur, þetta er helgireitur þjóðarinnar. Þetta er eins og gangi í kirkju. Áframhaldið er hér af því fortíðin er hér. Enda sjáum við það, við höldum upp á allar okkar helstu minningarhátíðir á þessum stað og þá streymir fólk hingað. Það sem er sérstakt við þennan stað líka er það að fólk ber svo mikla virðingu fyrir honum. Hún á aðild að ýmsum áhugamannasamtökum framtíð heimsins. Umhverfismál eru þar ofarlega á baugi en helst hefur hún komið að mannréttindum barna og unglinga. Leitað álits unglinga víða heim og skilaboð borin frá þeim til ráðamanna. Vigdís segist í raun vera skilaboð að skjóða fyrir börn. Að skera upp herör gegn eiturlyfjum væri forgangsverkefni væri hún að taka við embætti nú. En hvernig hefur gengið að sitja á sér í stjórnmálaumræðun á Íslandi? Mér er mjög erfitt að kyngja því sem er óréttlátt, sem mér finnst vera óréttlátt og þá finnst mér mjög erfitt að þegja. En það er eitt af því sem að forseti verður að venja sig á og gæta vel að og það er að gæta tungu sinnar og leyfa sér ekki í hita dagsins að láta í ljós neinar skoðanir eða tilfinningar. Það þýðir nú ekki að manneskjan sé skoðanalaus en það er akkurat þetta sem er munurinn eða frá mínu sjónarhorni, sem er munurinn á stjórnmálamanni og þeim sem gegnir forsetaembættir. Að stjórnmálamadurinn, hann lætur allt fjúka og svo er það bara á það að heita gleymt. Auðvitað er ekki gleymt, en það á að heita gleymt. Það er skjálfast og allt það. En hann getur leyft sér það. En forseti sem að rífast við sína þjóð eða einhvern aðila hjá þjóðinni og að ergja sig út af einhverju, hann er ekki eins sterkur á svellinu eftir sem áður. Svo það er vænlegast að þegja. Þú ert fyrsta konan í heiminum sem að verður þjóðkjörinn forseti. Hverju finnst þér það að kona varð forseti hafa breytt í jafnréttismálum? Það breytti öllu vegna þess að hugmyndir alla tíð síðan eru nýjar. Það að Íslendinga skildu brjóta þetta blað, ég er svo hreykin að þeim. Skiptir ekki máli hvort að ég eða hver það var. Að þetta blað skildu vera brotið á Íslandi, Íslendingar verða alltaf, njóta alltaf aðdáunar fyrir það. Þetta breytti því til dæmis að það er ekki 16 ár síðan þetta var og enginn er núna lengur hissa þó að kona sé kosin til einhvers embættis sem á að vera gildandi. Hvar sem er í heiminum. Þegar ég var kosin þá voru það tíðindi, þetta voru forsíðufregnir út allan heim, kona kjörin forseti. Ekkert hver það var. Núna er það ekki lengur tíðindi. Hitt er annað mál að hvort að ég í embætti hér á Íslandi eða konur annar staðar, forsetisráðherrar, þá standa þær sem styrk mynd fyrir allar konur sem frétta af þeim, sem eiga afar langt í land með að eignast frelsi og sjálfstæði. En þótt þessi breyting hafi orðið hefur kannski lítið breyst í launamálum hvað jafnréttismálum snertir. Konur eru ekki margar í stjórnunarstöðum þótt þeim hafi fjölgað. Þarf eitthvað að gera til að breyta þessu eða er þetta allt í lagi? Það þarf mikið að gera til að breyta þessu og þetta er ekki bara landlægt hjá okkur, þetta er bara viðlóðandi vandamál í heiminum og til háboruna skammar fyrir hverja þjóð sem kalla sig lýðræðisþjóð. Það þarf að breyta hugarfari, auðvitað. Það þarf að breyta hugarfari
samfélagsins. Samfélagið þarf að vera hugsa af meiri siðgæði, hafa meiri siðgæðins vitund í þessum málum. Það á ekki að bjóða konu upp á það að gjalda henni lægri laun heldur en karli. Mig langar til þegar ég skil nú við þetta embætti að skora á forsvarsmenn þjóðar okkar, hvort sem þeir eru í stjórnmálum eða stjórnendur atvinnufyrirtækja eða hvar sem þeir eru, þar sem að þeir geta tekið til máls og brýnt fólk, styrkt það, sagt því að framtíðin bíði á næsta leiti og það séu allir að leggjast á eina ár með að gera úr henni þar sem að væntingarnar standa til. Og þá er ég sannfærð að við rísum úr kútnum. Og þessi þjóð sem er svo dugleg og atorkusöm og einörð, hún á það svo mikið skilið að allir sem að sitja við stjórnvöld, hvar sem segi henni frá því og sé endalaust að hvetja hana. Vigdís segir kosningabaráttuna fyrir forsetakosningar nú með talsvert öðrum blæ en fyrir 16 árum. Auglýsingar hafi verið með allt öðru sniði nú. 1980 hafi frambjóðendur helst verið kynntir í kynningarþáttum í sjónvarpi og útvarpi og viðtöl í blöðum verið með öðrum brag. Breytingin á hálfum öðrum áratugrúmum sé ótrúleg og kosningabaráttan vart sambærileg. Þau rök að erfitt geti reynst fyrir konu að feta í fótspor Vigdísar eru henni lítt að skapi. Mér falla þau rök mjög illa og það er mikill misskilningur ef einhver heldur að ég líti á það sem hrósyrði eða gullhamra í minn garð, þvert á móti. Mér finnst það að vera móðgun við konur, íslenska konur, stórmóðgun við íslenska konur og mér finnst það að vera að vissuleyti vanvirðing við það sem ég hef verið að gera í 16 ár. Ég hef verið að brýna konur í 16 ár. Ég hef verið að sanna það í 16 ár eða reyna að gera mönnum ljóst að kona geti gert þetta. Og ef ein kona getur gert þetta, þá geta aðra konur það líka. Það vitum við. Vigdís Finnbogadóttir er stoltust af þjóðinni sjálfri í sinni forsetatíð. Hún segist hafa þá bjargföstu trú að þjóðin vilji lifa af með minningar sínar og tungu. Aldamótin verði tilefni til vakningar í málum sem vinna þurfi að. Sú vakning sé reyndar þegar hafin og Ísland taki grænna á móti 9 árþúsundi. Að hafa hort á þessa þjóð, vinna þau þrekvirki sem hún hefur gert á þessum 16 árum því að framfærirnir hafi verið svo geysilega miklar og ég er stoltust af því að hafa fengið að taka þátt í því. Hvað fylgir þér inn í framtíðina eftir að starfa sem forseti Íslands í 16 ár? Mikið þakklæti fyrir árin og þakklæti til þjóðarinnar sem að treysti mér fyrir þessu starfi og alveg einstök hlýja. Ég gleymi aldrei þeirri hlýju sem að ég hef mætt og fengið að njóta. Hefurðu fundið fyrir því sérstaklega á þessu vori þegar fólk veit að þú ert að fara? Já, og mér þykir vænn um það en ég fæ orðum aðkomið.